Við skulum halda áfram. Ég spáði þetta. Hugsaðu ykkur til dæmis, ef þið eru með klassan person, myndu þið setja address inn í person. Er það eiginleiki manns að vera að búa einhvers staðar? Hann býr einhvers staðar, sko. Þannig að ég myndi hugsa það vel. Hvort address sé ekki bara eitthvað. Hann getur átt mörg heimili og það er engin eiginleiki á honum, það er engin, það lýsir manninum ekkert, það er kannski frekar svona eitthvað sem að hangir utan á honum. Þannig að þetta er það sem maður þarf að hugsa, þess vegna er svo mikilvægt þegar maður er að búa til svona objekta að hugsa svolítið svona er þetta náttúrulegt? Auðvitað er þetta að fara of djúpt, sko, en allavega passa sig á svona hlutum að vera ekki að tróða inn í klasa, sérstaklega ekki klasarétt, einhverju sem að kannski þarf að breytast og er mjög ólíkt. Og þá notum við eins og þetta hérna, eins og kom nú dæmi við bara búum til hérna, við búum bara hérna til fly behaviors, quacking behaviors og svo erum við með duck-klasan og hann gæti verið með breytu hérna sem heitir fly behavior eða eitthvað svoleiðis og er fly with wings, þá er þetta einhver kóði sem að útfæri þessa ákveðna eiginleika. Það er hins vegar kannski betra hérna að gera þetta ekki svona specific, vegna þess að inn í klasanum gæti ég bara verið með þetta hreint og beint, en hvað ef ég vil skipta behavior, til dæmis á þessu önd, ef ég til dæmis skýti í vængina á henni, þá er hún ekki lengur með þessa eiginleika og þá ætti hún að skipta eiginleika og þá myndi ég vilja senda nýja eiginleika inn í klasan og þá myndi ég forrita á móti interfaceu. Eins og við sjáum hérna, þá er í raun og veru gálegra sko að duck-klasin sé bara með fly behavior, svo geta verið mismunandi fly behavior. Þannig að duck-klasin sjálfur, allar endur hafa einhvers konar fly behavior og ein er no fly. Og svo er fly with wing, svo er rocket flying eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þá er ég búin að slíta þetta í sundur og separata þessi concern. Þannig að þá er ég með bara fly behavior interface og síðan get ég tróðið inn í það þeirri behavior sem að er viðeigandi. Líka á keyrslutíma, sjáum við, takk eftir því. Þannig að hér er mættur aftur einu sinni polymorphismin. Þannig að duck-klasin, honum er raun og alveg sama hvað er þessi fly behavior, það er bara einhver útvarsla þarna bak við þetta. Þá kemur annað prinsip mjög sterkt inn hérna, það sem ég er að gera hérna er að forrita á móti interface. Þetta er eitt af þessum grundvallar prinsipum, að ef það á við, betur að hafa þetta ef það á við, það er að ofgera interface, ef það á við og þegar ég vil geta skipt út útfærslu, þá er mjög gagnlegt að forrita á móti interfaceu, ekki útfærslunum. Þetta er sérlega gagnlegt þegar við förum að skoða serversana. Þegar ég talaði communication pathin milli deildana, ef ég get búið til interface, þá er það communication. Og það er engin source-kóði available. Þú þarft ekki source-kóðan ef þú hefur gott interface. Þannig að hér er komin þessi loose coupling, sjáu þetta. Þannig er þessi loose coupling sem að maður heyrir alltaf og aldrei dæmið tekið. Þannig að ég er búin að laustengja þessa hluti saman í gennum eitt interface. Það er auðvitað að skipta klasa. Ég get sett breytt klasa á þess að eyðileggja kóðan eða hafa áhrif á hann eða útfæra hann og ég get útfært þessi interface hvernig sem er og það er þetta að gera einfaldar svona test, jável stub eins og það kallað, stubba interfacein ef ég er ekki með útfærsluna, þá stubba ég hana bara, mokkana eins og það kallað líka. Þannig að þetta er afskaplega mikið, þetta getur búið til rosalega skemmtilegan kóða. En skoðum aðeins hvað það þýðir, forrita móti interfaceum. Þetta er að forrita móti útfærslu. Ég er með breytuna D sem er á tæginu dog og ég njúa hennar dog, svo læti ég dog gera eitthvað. Ok, straightforward, þetta er rosalega skýrt, það er þetta að compila þetta þýðist og það er ekkert flókið við þetta. Þannig að þetta er bara þannig að forrita er beint útfærsluna. Ef ég vil fela dog, þar að ég vil ekki hafa svona specific, ég vil geta skipt eitthvað hérna, getur verið köttur eða eitthvað, þá myndi ég forrita eitthvað svona. Kannski er ég með animal og ég njúa
dog í hann og animal er svona generískur superklassi einhver og svo segi ég bara make sound þannig að ég veit ekki ég get ekki sagt bark ef þetta er eitthvað annað þannig að það er eitt galli við þetta hverju breytir þetta í raun og veru helvítis hundurinn það með það ég meina ég þarf að hvað segirðu? Já, ég get alveg, það er rétt, ég get alveg kallað animal.bark. Ég gæti það. Vegna þess að hins vegar animal væntanlega ekki, hins vegar bark væntanlega ekki í animal interface-inu. En þetta hjálpar mér ekkert vegna þess að ég þarf að hafa klasan og vitneskju og allt. Þannig að það sem að maður gerir að flytja þessa creation og það creationin sem vandavanlega að lesa Facebook. Það er ég er að njúa hana þannig að ef ég vil gera þetta svona þá er ég bara að flytja njúi vandamálið ég njúa hennar klassa og hvað ef ég myndi koma njúin út þá er ekki háður þá er kóðin minn ekki háður dog þá þarf ég einhvern veginn að fá þennan dog en ég flyt þetta vandamál út og þá kemur inn eitthvað sem þið þekkið dependency injection er það ekki eitt dæmi flexibility í kóða dependency injection í staðins að ég njúi þetta object þá bara skrifa ég generískan kóða og einhver þarf að senda mér hann þá kemur þessi einhver, hver er það? Jú, það getur verið einhver svona client kódi einhver svona assembler, einhver svona gámur eða einhver svona stýrikóði application kóði sem að púslar öllu drastlum saman og keyrir og allt þetta drast sem við púsla saman það veit ekkert hvert af öðru en það virkar saman í gegnum laus tengsl dependency injection látum þá bara þann sem að nota kóðan vera ábyrgan fyrir því að tengja þetta saman kóðin minn þarf að vita hvað er hundurinn þannig að ég fæ hundin inn en ég verð að fá hann inn í gegnum interface þá bara bý ég til eitthvað interface animal eða eitthvað og ég fæ sendan animal inn í mig get búið til setter og fæ þennan animal inn þannig að ég er með kóða set animal eitthvað animal og svo get ég gert make sound og hvað þetta nú er þannig að einhver er ábyrgur fyrir því að tengja okkur saman einhver njúar dog og tengir okkur saman þá er bara að flytja njúið eitthvað annað þetta býr til óbóðslega skemmtilegan kóða það er miklu auðveldara að vinna með svona kóða tengslin eru miklu lausari þessi kóði hérna á svarta fletinum hann er alveg óháður dog og það er þetta notan með eitthvað nýtt sem útfærir animal og það þarf ekki svona þýðan upp á nýtt. Injectionin hún er í setterinu. Þetta er kallað dependency injection, þetta er setter injection, það er líka að hafa constructor injection, þá býr til hann í constructor, en þannig er hann bara set. Nú ef þetta er ekki set, þá náttúrulega kemur null pointer violation og sá sem er ábyrgur fyrir svona kóða þarf að fixa það. Beautiful. Sjáu þið ekki? Og ef við höldum áfram dæmið, nú getum við bætt við svona hegðun, behavior, nú bæti ég bara við eitthvað nýju, án þess að ég þurfa að uppfæra doc eða hafa neitt áhrif á það. Og þá er þetta gert svona, þannig að það er talað að delegate, að við bara erum með einhver interface þarna, fly behavior, quack behavior, þetta er interfaceinn, og svo er ég með alls konar föllana niðri sem að framkvæma þetta, perform fly, og tekur hann fly behavior og keyrir fly fallið þar. Og einhver annar bjóta til, púsla þessu síðan saman. Og svona væri þá kóðinn, það er einhver quack behavior og perform quack og þá keyri ég það sem er í þessari breytu, þar sem ég er búin að fá þessa eiginleika inn og við sem forritarar í doc, okkur er alveg sama hvað kemur inn, svo framalega sem að það getur útfært þetta perform quack. Og til að stilla þetta, þá get ég gert svona. Ég útfæri malardoc, erfidoc, síðan bara býði til quack behavior, new quack og svo fly behavior, new fly with wings. Ég get gert þetta svona, þannig er ég að forrita beint á móti þessar útfærslu. En það sem að væri gáleira er að setja eitt setter hana í doc-klassan. Og Code Horror Dude, hann er sammála því, þetta er glatað. Auðvitað getur maður gert svona, en það væri kannski sniður að gera þetta í doc-klassanum
af því að allir eru með svona einhverja fly behavior þó að væri no flying. Þannig ég get gert bara svona set fly behavior, set quack behavior, geymt þetta í instant breytum hjá mér og þá er ég komið með þetta. Þá er búið að injecta þessu inn, injecta þessari hegðun inn í minn klasa. Þá get ég bara, þá er þetta þessi faktoría, þessi client sem að púslar öllu saman, það er þriðji aðilinn í spilinu hérna, út með duck-dótinn, með hegðunina og svo er einhver sem að assemblar hann, þetta er þriðji gæinn, kemur hann inn og hann heitir duck factory, framleiðir endur. Hvað er það kallað? Andabili. Eða eitthvað svoleiðis. Duck factory og ef einhverjum vantar mallard duck, þá myndum við bara geta gert new mallard, popular á hegðunina, return nothing. Þetta er mjög algengt, svona factory-klassa sem að sækja stöf. Komdu með önd fyrir mig. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að setja þessa hegðun á keyrslutíma. Hugmyndin þessi, mallard is a flying duck, við erum ekki að hugsa svona eins, hann hefur eiginleika. Þannig að það er hérna eins og með persónuna, hann kannski hefur adressuna. Þannig að ef við setjum þetta saman þá er hérna þetta composition, þar að segja interfaceið er hérna hluti af hinn. Þetta er miklu meiri flexibility heldur en klasaritið. Þar að segja við getum skipt ef ég uppfæri breytuna, gerir nýtt settfall á keyrslutíma, ef að flughegðunin breytist í leiknum, þá getur skipt flughegðunin á hverju önd fyrir sig. Þá kemur composition design principle-ið, þetta er allt í Barbin-bókinni, ég er að setja hérna þetta á listan, að vera frekar með breytur með eiginleikum heldur en að taka þær í gegnum erðir. Ef ég vil geta breytt þeim, þá er erðatréð alveg hræðilegt. Þess vegna mun ég alltaf tala um það að erðir eru ekki alltaf leiðin til þess að koma hlutunum saman. Kannski betur að geta bætt við einhverju með composition í stað erfu. Og ástæðan er auðvitað svo að þessi klasarit eru bara það sem við kallum rykið. Það er svo erfitt að breyta þeim. Og breytingar geta haft mikil áhrif. Þannig að það að vera með breytur sem hafa hegðun er meira flexible. Og það er, hér er komin ein útskýring á þessu fróðu hugtaki flexible code. Við getum notað object composition. Það er ein leið. Það fengum við dæmi. Ok, þetta er frekar kannski svolítið stutt í dag. En það er ekki alltaf leið. Við höfum nógan tíma að þið vilja hafa, ef þið eru með spurningar og eitthvað eins. En það er eitt sem ég ætla að gera hérna í lokin. Ég er með æfingu fyrir ykkur. Og þetta er satt dæmi. Þegar ég er beðinn að taka umsækjendur í viðtal, þá nenni ég ekki að spyrja hitt og þetta. Ég nota yfirleitt bara svona túspenna. Þetta að teikna mynd hérna á töfluna af 2 kossum. Þannig að menn geta ímynd sér sem er að hlusta. Hér er kassi sem að heitir Sail Server. Og við hliðina á er annar kassi sem að heitir Bingo. Það vill til að Bingo-leikurinn, hann þarf að uppfæra countera hérna á skjánum í real time þegar það verður sala. En sala, Sail Server sér söluna. Og það vill til að Bingo-projektið er í gangi, Sail Serverinn er tilbúinn. Gæinn sem er að gera Bingo, hann segir auðvitað, heyrðu mig vantar einhvers, látum við vita að það kemur sala. Þannig að hann fer að tala við Sail Server-gaurinn og segir við hann, heyrðu, getur ekki kallað á mig hérna að það kemur svona sala? Það kemur Bingo með því. Sail Serverinn hugsa sig aðeins og segir, nei, það kemur ekki til greina. Ég ætla ekki að eyðileggja Sail Serverinn. Hann var algjörlega óháður til design principle, hann var óháður leik. Þetta kemur ekki til greina. Býtu, ég þarf að vita hvernig salan á sér stað. Þetta er bannað. Ég er sammála gaurnum hérna í Sail Server.
ég myndi verja hann fram í rauðan dauðan því að hann hefur hárrétt fyrir sér. Síðan þegar maður er búinn að útskýra þetta, þá setur maður pennan á borðið og segir, leystu þetta vandamál fyrir mig. Og ef þú getur svaraði, þá farið vinnu. Og ég geri þetta stundum, reyni þetta. Og einhvern veginn gerir þetta á Spáni og það er ekki svona kúltúr fyrir svona dæmi. Sko. Þeir voru bara í sjokki. Hvernig myndi þið leysa þetta? Ég búið til annan klasa sem myndi kalla á seinsörverðin og skila stöfi út frá bíl til bíl. Já, ok, búið til auka leng. Það er svolítið svona. En hérna, ég legg til að ef þið viljið hugsa þetta, þá til design pattern og þú nefnir það er eitt orð, þá til ráðin. Það er að leysa þetta á mjög elegant máta. Mjög elegant máta. Ég ætla að leiða að hugsa það helgina. Þið getið hérna, ég get gefið ykkur hint og ef þið eru áskrifandur á mokkanum, hvað er margir áskrifandur á mokkanum hérna? Ok, það vill enginn viðurkenna. Það leiti fyrirmynda í því. En hérna, næst ætlum við að tala design pattern. Ég veit að ég er búinn svolítið snemma núna. Vonandi að mér fyrirgefið það. En það sem ætlum við að gera næstu viku er að tala design pattern. Fyrri fyrirlesturinn á mánudaginn, hann verður hvað er design pattern. Hvaða reglur uppfylla þau, hvernig getið lýst þeim, hvað er vandamáli með þau, hvað leysa þau ekki. Þannig að ætlum að tala allt það. Og síðan á föstudaginn sem að verður hljóðfyrirlestur, þá ætlum ég að taka fyrir nokkur svona grunnprinsip eða pattern sem er gott að þekkja. Og þið ættuð, ef þið þekkið þessi munstur, þá getur þið farið í nýju vinnunni ykkar sem þið fáið þegar eru útskrifuð með meistaragráðu, er það ekki? Það er vist í tísku. Þá getur þið farið á fund og sagt, já, ég legg til að við notum gateway hérna. Og ef að menn veit ekki hvað gateway er, þá bara tóku þeir ekki þennan kúrs eða kúrsar sem að tala svoleiðis. Hugsið ykkur hvað spara mikið. Ef að þetta eina orðið nefnt til það, sem að lýsir þessu patterni hérna, þá veit ég nákvæmlega hvað gæinn er að segja mér. Ég veit hvað þetta þýðir. Ef ég segi gateway, þá er allir að skilja það. Og það er til alls konar munstur sem eru þekkt og eru eiginlega nauðslega að þekkja. Það er svo dependency injection design pattern er eitt. Ef ég segi notum bara dependency injection í þetta vandamál. Og þá getur þið sagt, já, ok, þá þarf ég að ræða það meira. Heyrðu, ég held að þetta sé bara